síðasta ári þá gáfum við út 60.000 samanburðarleg kort og 110.000 borgkort bæði fyrir vetur og sumar. Þessi kort hafa verið vinsæl og við dreifuðum allan landshlutann. Sérstaklega hafa borgkorti verið vinsæl hjá upplýsingamiðstöðvum og líka á hótelum og öðrum gististöðum sem notaðu til þess að rífa af og sínum gestum hvert þau eru að fara. Mjög mikil ánægja með þau svona heilt yfir. Á samfélagsmiðlum þá vorum við með yfir 7 milljónir birtinga, það að segja hversu oft færslunar okkar sjást. Hver færsla sást að meðaltali 50 sinnum, það að segja hversu oft hún birtist. Það getur verið að viðkomandi sjá hana einu sinni, tvisvar, þrisvar eða oftar. En hversu oft hún birtist, það var 50.000 sinnum hver færsla. Þetta á Facebook og Instagram, aðeins inn á X og TikTok, en þó aðalega erum við á Instagram og Facebook eins og Þarna var áherslan hjá okkur svolítið mikið á vetrarferðamennsku í samhengi við EasyJet flugin og náttúrulega önnur millilandaflug sem hafa verið í boði og það sást líka á vefsíðun okkar. Þar lögðum við mikla áherslu á að kynna flugin og vetrarafþreyingu sem í boði og bara aðra vetrarþjónustu, vetrarferðamennsku sem í boði á Norðurlandi, áfangastaðir, afþreying, gistimöguleikar, matur og þetta allt saman. Við sögðum vel frá þessu og sáum það líka á heimasíðunni, hún var svona vel sótt. Það hins vegar hafa orðið breytingar á því hvernig heimsóknir á vefsíður eru mældar eftir breytingu hjá Google Analytics kerfinu. Þannig að við sjáum kannski ekki alveg samanburðinn á milli ára, við fáum betri mynd á milli ára á næsta ári. Svona í samhengi það sem við gerum síðan á samfélagsmiðlum og vefnum þá uppfærðum við efni og erum náttúrulega stöðugt að vinna því. Á síðasta ári þá uppfærðum við travel trade vídeó okkar sem með alls konar lykiltölum ferðaþjónustu á Norðurlandi og við svona setjum kannski meiri vetrarblæ á það líka. Við fórum í að gera nýtt jólaefni, eða það segja klippa saman nýtt jólaefni, sérstaklega fyrir Bretlandsmarkað, nýttum það í samhengi aftur við EasyJet flugið og keyrðum það svolítið inn á Bretlandsmarkað fyrir jól. Svo fórum við að taka upp okkar auðlind-vídeó þar sem við erum að tala við fólk í ferðaþjónustu bara áhrifin sem ferðaþjónusta hefur á þeirra heimabyggð og líka hvaða áhrif beint millilandaflug til Akureyrar hefur á þeirra starfsemi. Og ræddum við 4 fyrirtæki af þessu tilefni núna síðasta haust og birtum þetta síðasta haust og í vetur. Og svo fórum við með Rúrik Gísla í verkefni með Icelandair og Íslandsstofu. Þetta verkefni snýst það að hann sé að fara til þeirra áfangastaða sem Icelandair flýgur á í innanlandsflugi og við vildum fá hann til okkar yfir veturinn og hann fór hér í 4 daga ferðalag og sýndi frá því síðan á sinni Instagram síðu og við birtum hjá okkur. Icelandair sömuleiðis eftir á sínum miðlum og Íslandsstofa einnig. Þetta efni hefur verið lifandi hjá okkur á vefnum í allan vetur og vakið bara mikla athygli, mjög vel unnið efni og við vorum mjög ánægð með hvernig það kom út og hann fór mjög víða og gerði mjög margt á þessum stutta tíma og sýndi það besta sem í boði í vetrarferðaþjónustu hér á Norðurlandi. A day today. I feel thankful because the north of Iceland has so much to offer and so much for everybody. This morning we went skiing or snowboarding, heli snowboarding. Then we went snowboarding in Dalvík. After that we went to the beer spa. And later on we're heading to Akureyri, which is the capital of the north, the biggest town here. We're sitting here in a jacuzzi and just watching out on the ocean. I lived abroad for 20 years, so when I'm in Iceland I feel like a tourist and I connect with how tourists feel when they come here. This truly is a winter paradise. þá fórum við svona 3 stærri blaðamannaverkefni. Við fengum til okkar hóp á vegum Edelweiss sem fór bæði yfir Suðurland og kom síðan norður og ferðaðist Norðurland. Þetta var mjög flottur hópur af blaðafólki og reyndar voru líka tökumenn og ljósmyndari frá Edelweiss sem voru að búa til efni sem þau ætla að nýta sjálf í sitt eigið kynningarstarf. Mjög flottur hópur og mjög fínar greinar sem komu út úr þessu, mjög vel tekið á mót okkur alls staðar eins og venjan er.
og mjög gaman að sjá þá ferð. Og svo fengum við hingað danska blaðakonu sem fór Demarsringinn, hún kom með Næser í gegnum Köpen og svona fengum ágætis viðtökur við þeirri grein á dönskum markaði. Og svo í október og í byrjun nóvember þá tókum við á móti blaðamanni sem kom á vegum Regent ferðaskrifstofunnar með EasyJet, fyrsta flugi í EasyJet til Akureyrar. Mjög dýrmætt að fá svona blaðamann fyrir ferðaskrifstofu eins og Regent. Við vorum að fara yfir það helsta sem að Regent að selja hérna á Norðurlandi en sýndum líka margt annað sem í boði og prófum alls konar afþreyingu, sömuleiðis mjög vel tekið á móti okkur alls staðar þar sem við fórum og mjög þakklátt fyrir það. Þetta var mjög gott ár hvað blaðamenn varðar, þó það hafði kannski ekki verið það stærsta en mjög ánægilegt að taka svona vel á móti blaðamönnum aftur eftir heimsfaraldur og í samhengi við þessi millilandaflug sem hafa verið í boði.